Stóriðjan á Íslandi er ríkisstyrkt, segir í skýrslu Framtíðarlandsins sem segir stóriðjuna langt í frá hagkvæma. Þjóðin er að borga upp undir 30 milljarða á ári fyrir orkusölu til stóriðju. Þetta er niðurstaða skýrslu atvinnulífshóps Framtíðarlandsins ríkisstyrkta stóriðju. Hópurinn segir að því fari fjarri að fjárfesting í orkuframkvæmdum fyrir stóriðju sé hagkvæm leið til að byggja upp atvinnulíf á Íslandi. Lóa Pind Aldísadóttir. Atvinnulífshópur Framtíðarlandsins sendi í dag frá sér skýrslu þar sem tekin er saman opinber stuðningur við stóriðju. Í hópnum eru meðal annars hagfræðingar og verkfræðingar. Í skýrslunni er sundurliðað í hverju þessi opinberu stuðningur felst. Þar má nefna ríkisábyrgð á lánum, skattaívilnanir til stóriðjufyrirtækja og ókeypis útblásturskvótar. Í skýrslunni meðal annars reiknað út hvað hvert starf í álverinu á Reyðarfirði kostaði út frá kostnaði við Kárahnjúkavirkjun. Virkjunin ásamt með flutningsvirkjum kostaði 145 milljarða króna sem að því framkemur í skýrslunni þýðir að hvert af 400 störfum álversins hafi kostað ríflega 350 milljónir króna. Það sem við erum að skoða er aðalega bara hvernig þessi orkuver myndi koma út ef þau væru rekin á sömu forsendum og önnur fyrirtæki í landinu. Fengi þá ekki til dæmis ríkisábyrgð á lánum eða opinbera ábyrgð á lánum. Þannig að skattgreiðendur myndi ekki taka á sig áhættuna af því að það er virkjað, heldur bara þeir sem borga fyrir orkuna. Það er þessi opinbera ábyrgð á lánum sem vegur þyngst í stuðningi yfirvalda við stóriðju hér samkvæmt útreikningum Framtíðarlandsins. Til samanburðar skoðaði hópurinn hvað fjármagnskostnaður orkuvera jókst í Bretlandi eftir að ríkið hætti að reka verin. En hvað er þá þjóðin að borga fyrir að búa til störf í stóriðju? Okkar ágískun er út frá bara hreinlega ábyrgðunum að þær kosti svona frá 7 milljörðum á ári og upp í 30 milljarða á ári og þá voru ég að tala alla orkusöluna til stóriðju.